heiti Björgvin, ég heiti Hafsteinn og við ætlum að spjalla Once Upon a Time in Hollywood. Já. Þetta verður svona Tarantino þátturinni. Já, það bara ef við komumst yfir eitthvað að því. Já, við fókusum allavega mest á Once Upon a Time in Hollywood og við höfum aldrei rætt þessa mynd áður. Nei, ég er bara nýbúin að sjá hana, sko. Já, einmitt. Ég forðaðist ekki að sjá hana. Ég bara svona... Börnin, konan... Já, svo bara 2 tímur ég misti áhuga á því að eldast við hana. 160 mínútur og það var einhvern veginn allir að tala hana og ég heyrði ógeðslega mikið hæp. Já. Og eitt sem að, deildi mér þess að þeirri skoðan á Facebook að þetta var besta Tarantino myndin og... Einhver vinnuðinn? Facebook vinnu bara. Þá þá fannst mér þetta allt svo litað að ég bara einhvern veginn beið. Og já, nú er ég búin að sjá hana. Ok, hvernig fannst þér hún? Ef ég á lýsin í einu orði, þá er það orðað leiðileg. Þér fannst það leiðileg? Já, mér fannst það leiðileg. Þú veist, hún er ekki léleg, sem bara leiðileg. Og bara sorry ef ég er að særa eitthvað að hana úti sem að... Ég elska Tarantino. Einmitt. Og þú veist það. Já. Því ég veit að þetta leiðileg mynd maður. Ok. Hún klukkutíma löng, sko. Já. Og það er svo fullt af atriðum hana sem skipti engu máli. Ég skildi ekki af hverju voru. Guð mig góður. Ég sammála. Ég var orðin pínu... það? Já, ég er sammálaður. Ég sko... Ég var miklu vonbrigðum með þessa mynd. Já, ég var einhvern veginn alveg pottitur á því að þú væri ekki að dýrka það. Og ég er ekki að lofa því þið finnst pott og löng. Já, af hverju anskotanum verður svona löng? Já. Af því að, sko, og líka, sorry, ég skil ekki fyrir utan Tarantino, Pitt, geggjaðir. DiCaprio. Já, DiCaprio og bara Pitt geggjaðir. Já, geðu ekki. Af hverju var Bruce Lee eins og eitthvað bjáni? Af hverju var hann hana? Bara til að sýna bara Pitt. Mér fannst að vera raunin til staðar af því að við vitum hver það er, Bruce Lee. Já, en var hann svona? Nei, ég er svo sem ekki að menna það, en til þess að sína okkur að Cliff Booth, Brad Pitt karakterinn, sé svona harður, þá er alltaf mjög gott hjá hann að sína það með því að hann buffar Bruce Lee. Já, ég er ekki til þess að raunverulegt, en ég held að það hafi verið pointið með þessu. Já, örugglega, en þú veist, og svo annað. Og hvort þessi trailerar eða þú veist, umtali var, þetta er Charles Manson og morðið og Shaun Tate og þú veist, ég bjóst við öðru. Við munum spoila myndinni. Já, annars nennum við ekki að tala hana. Ég gleym alltaf að segja. Já, það fyrir ekki að halda hana. Já, það er uppleggið. Og þú veist, áður en fólk sá myndina að vera að byrja að gaggrina. Já. Bara, ætla hann að fara út í þetta og bla bla bla. Það var algjörlega pointless. Af því að ef þú veist ekkert þetta mál, þá skildur ekki neitt hvað var að gerast. Nei. Og það finnst mér svo asnalegt. Já, hann hefði rauninni getað sleppt. Þú þarft að vera búin að læra sögu til að vita hvað þetta var og að þeir komið í veg fyrir þetta. Og þú veist, ok, fyrir þetta, mér fannst þetta loka atriði geggjað, sko. Mér fannst það geðveikt. En sem bara atriði, af hverju var þetta Charles Manson tenging, af hverju var ég að sjá 10 mínútna atriði og mynd sem DiCaprio var að leiki? Skiptir engu máli. Nei. Bara það sína karakterinn, og það var að vísu alveg skemmtilegt. En ég var bara, guð mig góður, cut it, sko. Já, ég er samanlega. Ég er nefnilega þegar þú sagðir eitthvað, þú horfður á hann daginn og þú sagðir eitthvað, ég hlakkast til að ræða hana við þig. Já. Ég held að ég var búin að segja, var ég ekki búin að segja hvernig mér fannst hún? Ég man það ekkert. Nei, ok. Ég man aldrei. Og þá hugsaði mér, ok, hann er örugglega ósammála mér. Hún fannst hún kannski geðveik. En það voru margir sem var bara gæti geðveik mynd. Besta mynd sem ég hef séð var eitt sem sagði. Já, hvað hefur þú séð? Já, hann hefur ekki búin að séð 3 myndir. Svo þetta er pirrar. Já, ég heyri það. En bara segja líka að þetta er besta Tarantino myndin. Herðu, horfðu á Pulp Fiction aftur og tölum sér saman. Horfðu alltaf á mynd sem að er bara góð. Já, sko, ok, að því Tarantino hefur gert ógeðslega mörg meistarverk. Þarna var hann að reyna að gera meistarverk. Já, mér fannst þess að þetta væri eitthvað sem væri ekki Tarantino að reyna að gera eitthvað Tarantino mynd. Ég veit það. Þetta var eins og eitthvað sem bara djöðlega að gera góða Tarantino mynd. Já. Ég var alveg pínu pirrað. Ég horfði aftur á hana fyrir podcasti, ég sá hana í bíó og ég hugsaði mér, ok, ég ætla að horfa núna og nú veit ég hvað hún er, kannski eftir að fíla hana betur. En Jesús, eins og þú sagðir, ég 100% sammálaðir, hún er klukkutíma oflöng.
100-110 mínútur. Já, hún er svo langdrein. Ég hefði kannski fyrirgefinni af því að hann vildi hafa þetta eitthvað svona hangout mynd. Þessi myndir ekki neitt. Ekki neitt. Það gerist ekki í tíðinni. Ekki neitt. Og hann var búin að segja það, vildi gera svona hangout mynd. Ok, það er allt í lagi. En ekki hafa hann það 160 mínútur. Alltaf hangout mynd sem ég hef séð, það er að kreista upp í 90. Já. 85-90, bara til að vera bíómynd. Einmitt. Og sem er allt í lagi, þá kannski... You want more, skilur þú veist. Þú horfður kannski skemmtilega karaktera og þá finnst það alveg gaman að horfa þá í 90 mínútur, max kannski 100 mínútur. Eins og Dazed and Confused, hún er ekki 90-100 mínútur eða eitthvað. Já, þetta náði ekki, sko. Já. En, þú veist, það er bara fínt dæmi, það gerist ekkert í því mynd. Bara skemmtilega karaktera að gera skemmtilega hluti. Já, en það er það sem, þar fyrst mér, Tarantino að klikka í þessari mynd. Að því að manstu var ekki Jules sem segir það í Pulp Fiction. A bunch of gangsters doing a bunch of gangster shit. Mér finnst það enginn sem Tarantino myndar. Hann er með töff karakter að gera töff hluti. En þarna var með töff karakter að gera ekki neitt. Sko, hann var náttúrulega bara með einn töff karakter. DiCaprio var ekkert rosalega töff í þessa mynd. Hann var bara góður. Já, hann var ógeðslega góður. Mér finnst það eitthvað svo fyndin. Já, mér fannst það ekki fyndin í þessa mynd. Nei. Sko, jú, algjörlega. Mér finnst það alltaf að fara að grænja, mér finnst það alltaf fyndin. Já, af því að sko, mér fannst það bara sýnilega hvað DiCaprio er góður. Já, hann lék karakter, svo hvað það lék karakter í karakterinn sem var geðað töff. Hann var þetta eins og þarna í vestramyndinni sem var að leika. Mér finnst það drullir svalur, sko. Já, með skeggið og það. Já, svo kláraðist senan og hann bara, ok, var þetta gott og ég bara, tvílar að góða maður. Já. Mér fannst það þessi lita stelpa þarna. Ég fílaði það aðrið samt. Mér varst nefnilega að DiCaprio svo góður í því aðrið. Er ekki þannig að þeir voru að tala saman? Þeir voru að lesa. Já. Jú. Sko, það hefur ekki verið hægt að klippa allt þetta út, sko. Já, ég veit, fyrst það sem ég er ekki klippað út er meirlutin af öllu þessu dóti sem hann er að gera. Já, þessi myndum. Af hverju eru að sjá 10 mínútur sen úr mynd? Ég skil það ekki. Af því að það sem mér varst áverð að sjá er þegar hann fokkaði upp settingu. Line og það var að panika. Já, mér varst að það var það sem lýsa karakterunum. Já. En það voru 5 mínútur búnar af bara einhverju, eins og við vorum sokkin inn í einhverju bíómynd. Já. Og líka, ef þú vilt gera bara vestra, Tarantino, gera það bara vestra. Já, nákvæmlega. Ekki gera eitthvað næst í vestra. Já, það fyrir rosalega í töðunum mér. Hvað þetta er, það fyrir svo langu tími í það og líka eitt, Margot Robbie, sem ég er eitthvað að fíla. Hvað gerir hún í þessari mynd? Ekki neitt. Bara lappar Já, hún sagði ekki neitt. Og dansar eitthvað. Það er það sem er svo pirrandi við, þú veist, þess að Roman Polanski og Sean Tate tengingu. Hún var ekki. Nei. Af hverju var að forsa því inn? Var það bara fyrir umtalið á undan myndinni? Já, svo lappar karakter sem við sjáum að hann er líkur Charles Manson. Ef þú veist ekki hvað Charles Manson er, þá skilur ekkert hvað er gerast. Nei. Og þessi karakter kemur aldrei aftur. Akkur þegar ég væri búin að læra sögu. Ég svo fein af ekki horta á hann með konu minni. Ég bara... En líka... Ég ætlaði að gera það. Og Silja var bara svona, já. Ég sagði, nei, veistu það, ég tek hana bara á morgun þegar þú vart að fara að hitta stelpunar. Hún hefði drepið mig, sko. Hafði hún annars verið að spyrja eitthvað, hver er þetta og hvað er þetta og hvað sluðis? Það það, eða? Já, eða þó ég hefði verið bara, sorry, en þetta er sérstætt, hérna... Ég ætla út að gera fyrir þér. Já, af því ég hefði bara fengið samvinskupið í 160 mínútur. Hún er allt og löng maður. Og það er fullt af fólki sem er ósamlega, það er bara fínt, en mér langar svo að vita af hverju. Já, við þekkjum einn, ég ætla ekki að nefna hann á nafn. Hann byrjar á S og enda ég er að tjóka. Skúli. Já, elskar hana. Hún var svona geðveik. Af hverju? Ég veit það ekki. Hann gæti ekkert útskýrt það. Já, einmitt. Og ég var líka bara að segja henni, af hverju er svona geðveik? Það gerst ekkert í henni. Og svo var ég að lesa líka að þetta koma extended útgáfa henni. Þá djóka ég með það, hvað er það fleiri aðrir að þeim að keyra saman og horfa sjónvarpið saman? Já, og sérna tvít í bíó. Já, eins og það aðri. Þegar hún fyrir eitthvað í bíó og kaupir eitthvað bók og eitthvað. Lennar við plýsa að klippa það út í myndinni. Herri, það var eins og að það væri karakter í myndinni. Hún er ekki karakter í myndinni. Þú veist, það er alveg hægt að næstu að segja það. Já. Hún er ekki karakter í þessari mynd. Hún hittir aldrei gæjana. Hún skiptir söguna engu máli. Engu. Af því að þeir komu í veg fyrir það að hún var drepin. Þú þarft að vita það að það er búið að drepa þessa mannesku. Já, þess að í alvörinni. Það var ekkert þú veist, og ég er ekki að segja að ég er ekki að segja að það þurfa að mata mig. Ég skil það, ég þekki svo sögu, en það gerir ekki mynd góða að þú þurfa að vita eitthvað. Nei. Það er ekki eins og þetta að vera framhaldsmynd. Nei. Þú veist, ég er bara svona, þetta skipti engu máli. Og þú veist, og that being said, ef hann hefði klift það út, klift allt út, klift stelpun út, það hefði ekki verið neitt. Nei, það vantaði í rauninni,
það sem hefur alltaf verið í Tarantino myndum, af því mér finnst það svo góður hann er svo góður sögumæður. Það var ekki svo gott dialog í þessum mynd. Nei, það er málið að hann er, já, ég ætla að tala meira það eftir, en hann er svo góður að segja sögur eins og með Hateful Eight, það er margir sem fíla hann ekkert, elska það. Mér finnst hún geðveik, að hún var spennandi þó hún síðanast í 3 tímar eða eitthvað, það var eitthvað svona sögu frammynda, það var eitthvað að gerast alltaf, já, en í þessari, þetta er bara einhverju gaurar að rúndum og leiki einhverju mynd eða þáttum eitthvað og reyna það bara, já, hann að laga eitthvað loftneti hjá hann og eitthvað það er ekkert að gerast í þessari mynd. Það flashback var líka ógeðslega astanlegt með konuna. Þegar var að hugsa tilbaka af hverju hann fekk ekki geta hlutverk. Já. Svo horfður hann bara svona okay, I can understand that. Hann er satt með body. Já, shit, hvað hann kam? 52? Ég held þessi 55 ára eða eitthvað. Hann er ekki langt frá Fight Club formunu. Ég er ekki sér nákvæmlega eins. Nei, ég menn það er eina ástæðan fyrir að fór úr og ofan, sko. Já, ég væri náttúrulega aldrei í bóli, ég væri svona. Nei, nákvæmlega. 55 ára, já, hann er rosalur. Og ég er bara svona dreyma. Já, en með það, að hann er alltaf með góða sögur, hann Tarantino. Og hann sagði, veist, í ykkur viðtali, að honum fannst það með það sterka karaktera í þessari mynd, að hann sagði bara, herru, ég þurfa ekkert eitthvað mikla sögu. En það er bara ekkert rétt. Nei. Og hefði þessi mynd verið eitthvað verri ef hún hefur eitthvað. Mér fannst þetta vera rosalega mikið bara svona rungja honum, hann vildi bara gera Hollywood 69, hann myndi eftir þessu, það var svona þá, gera eitthvað gömul skilti, gömul bíómynd og plaggut og eitthvað, gamla bíla og eitthvað, og gera bara 160 mínútna mynd það. Og ég skil ekki, og fólk var bara að missa sig þessari mynd. Ég bara næði ekki. Eins og það Brad Pitt fyrir hann á þetta Ranch þarna, sem var George, hann er alveg vissum að hann sé döður og ég er alveg vissum að hann sé döður. Nei, hann er lifandi, what's the fucking point? Já, svo það aðrið, mér veist það ekkert unnið spennandi. What's the fucking point? Það var svona kúla landingaðin. Já, en þú veist, það var cool. Hvað var pointið? Ef þetta hefði orðið eitthvað, þú veist, George döður og það er eitthvað að fara að gerast, George er lifandi og hann keyrir burtu. Já, ég veit það. Jú, hann man eftir Tex þegar hann brýst inn til hans. Ég held líka bara sumir að því að Tarantino er frábær leikstjóri og ég veit að þú elskar hann og ég elskar hann líka. Mér finnst hann sjaldan hafa slegið feilhögg. En mér finnst sumir vera alltaf litar af því að hann gerir þessa mynd og að þú ert með 2 þvílíka leikara, þvílíka stjörnur, Brad Pitt og DiCaprio saman í fyrsta skipti. Mér finnst það lítið svolítið fólk. Þú, hvað er svona geðað þess að með? Ok, hvað fekk hún marga tilnefningar til Óskarsverðlauna? Brad Pitt, jú, hann vann. Ég held hann hafa mjög tilnefningu fyrir 100. What the fuck? Ég skilði það ekki. Mér fannst hann ekki að vera nýtt þessi mynd. Hún var ekkert neitt, það er ekki þín persónulega skoðun, það er bara staðir. Það er bara... Ég held fyrst að þú er ósamlega, ég bara okkur, við erum mjög frá að rökra þessi mynd. Já, bara þá hefði ég fengið heilablóð alltaf. En þá hefði fyrsta spurningi mín hefði myndi verið, af hverju fannst hún góð? Hvað fannst hún skemmtilegt við hana? Mér fannst hún allavega, eins og ég horfði hún í annars skipti, mér fannst hún eiginlega bara jafn leðilega því ég horfði hún í fyrst skipti. Sko, þú veist, og það má ekki hljóma eins og ég sé að biðja einhverja stórkostlega sögu. Það er ekki hasarmynd. Þú veist, Reservoir Dogs er til dæmis bara, hún gerist bara eiginlega á einu stað og það er bara geðveikt dialog og geðveikt saga sem myndast úr tengslum við karaktera. Já, og margar cool personur þar. Bara geðveikt, það er bara töff personur í Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Já. Það er engin persóna sem er svona bara, Nei, með svo auka personar í þessu Pulp Fiction er geðveikar, eins og Zed og eitthvað. Móturleika, heitir hann ekki Zed? Jú. Hann er svalur. Já, sval ógislegur. Já, og Gippi var uppáldið þér. Gippi. Þú veist hvað við? Já. Það var eitthvað svona íkonist við flesta personar þar. Meira þess að gaurinn í búðinni. Ógislega perrin sem að Pónsja búðinni, bara leikarn og svona. Já, ég meina, og líka bara allir í, allir Reservoir Dogs, líka bara, þú veist, gamli kallinn og sonur hans og, þú veist, það sem Chris Penn leik. Og meira þess að löggan, svarta löggan, sem var að kenna Tim Roth söguna. Hann var að finna kúl með þess að. Það var þessi algjör augulegri. En hann fekk allan eitthvað svona efni. Eins og í Once Upon a Time in Hollywood, þú ert með Brad Pitt, þú ert með DiCaprio. Mér veist þeir mjög kúl. Ég svo geða ekki. En ég er alveg sammálaður, Brad Pitt er út af svalari, en mér veist DiCaprio bara mjög fyndinn og þetta er bara svo ógeðslega góða leikari. En fyrir auðvitað þá 2, hvað er í þessari mynd? Hvaða Tarantino mynd hefur þú séð? Það sem eru bara 2 cool personur. Engin. Í alvörinni. Ég meina Jackie Brown, ég veit hún er ekki uppáhaldsmyndi. Nei, ég er ekki mikill Jackie Brown maður. Nei, ég er til dæmis með Samuel Jackson í þeirri mynd geðveikur. Það er eitt af mínum uppáhalds svona Samuel Jackson framistöðum. Já. Og Robert Foster sem leikur Max Cherry, líka eins sem að bjargar Jackie Brown. Nei, ég get alveg stoppað núna. Ástæðan fyrir ég fíla ekki Jackie Brown mikið hún skilur aldrei neitt eftir. Ég er búin að sjá hana 3 svarðið. Ég bara man aldrei eftir henni.
og það fyrir mér getur ekki verið góð mynd sko. Nei, en við erum ekki alveg saman hana því mér finnst hún alveg vera, hún ekki á topp 3 hjá mér ef við tala tína myndunar og Pam Grier, sorry en mér finnst hún rosalega ryðgu í þessari mynd, mér finnst það ekki svakalega góð eða henni Varst þú neitt góða? Þú veist, ég ekki Pam Grier maður, ég veit ekki Nei, ég sá ekki þessu gömlu myndir með henni ég þekki henni bara út af Jackie Brown en bara ég get hort á leikara og sagt hvort ég fíla þá mér finnst það ekki svakalega skemmtileg í þessari mynd en mér svo Bridget Fonda var alveg skemmtileg Sýna hann bara eftir einu aðri Robert De Niro og nýkomin á fangilsi og Bridget Fonda byrði hann að ríða Já, og hann segir bara já, svo bara gera það já, einmitt Það einu sem ég man Manstu bara ekkert í rauninni meira úr henni? Nei En ok, pointið mitt með þessu að mér finnst það miklu fleiri persónu þar heldur bara 2 Þú veist það með marga karaktera Sami Kill Bill, Django Inglourious Basterds, öllum þessum myndum Þú veist alltaf með margar persónu sem eru góðar og það er svona að fór sér töðan á mér til hversu Al Pacino í Hollywoodmyndinni Hvað fekk hann eitthvað að gera? Nei, sko, það var eins og voru svona nokkrar hindranir hjá DiCaprio bara í hans ferli þú veist, bara svona að segja þú er basically, þú mátt ekki gera þetta þá voru ekkert úr þér eða þá þú átt að fara að gera þetta spagetti vestra, en hann vildi það ekki þeir hefði basically, þetta bara hefði getur Brad Pitt og DiCaprio bara með eitthvað podcast og nákvæmlega bara segja það sem að það var ekkert Nei, það var rosalega lítið eitthvað kjöt á beinanum það. Mér fannst líka bara eins og með þessa leikar sem eru í myndinni sem eru frægir, eru góðir Kurt Russell, Pacino þeir hafa ekki þess að gera Nei. Hver bæti þeir við þessa mynd? Einmitt. Af hverju þurfti hann þessa stjörnum til að leika þessi hlutverk? Ég bara þekkti ekki svona Kurt Russell hann fyrst og ég líka, af hverju hann að narrita myndina? Já, einmitt Mér finnst það mjög kjánulegt Ég held líka, fyrst þessi ásmynd að því vissir hún ekkert hvað hann var ég vissi með Charles Manson og það dæmi En hún ekki eins það Nei, nákvæmlega, en það var eina sem ég vissi sem þetta svona eitthvað bakgrunn í þessari mynd Svo það myndi byrjar, hann hitti Pacino og Pacino segir við hann, herðu, þú skalt leiki í spagetti vesturum og hann labbar út af staðnum og bara eitthvað mjög staðnum og hann segir eitthvað, ég bara algjör has-been og eitthvað, ég þarf bara að leiki í spagetti vesturum Ég held að myndin yrði það að það eitthvað svona mission þeir þyrftu 2 fara saman í eitthvað svona spagetti vestardæmi Svo ekkert það einu svona Nei, tók hann ekki bara eitthvað nokkara þarna á einhverju tímabili sem var ekki eins og sínt Nei, og það kemur bara, þú veist, það eru 80 mínútur búnar myndin eða eitthvað Já, af 160 á nóðetir Já, meira kannski En ég held kannski myndin yrði eitthvað það Hún var ekki svona það Nei. Svo þeir bara eitthvað hanga, keyrum og það er svo mikið eitthvað löngum skotum að þess að ég bara, nennur please bara klippa Af hverju er ég að horfa á þetta? Einmitt. Brad Pitt keyri í burtu með þess að það verið hálftími Það var alltaf að keyra í burtu og svo líka bara eins og með þetta þú veist, kvöldið hans Charles Manson sem hann var að hitta þetta þú veist það okkur alltaf að húka far, hann segi nei aftur, hann segi nei 3 times the charm af hverju var þessi hliðarsaga þú veist ég bara og líka bara eins og með þegar hann er að keyra hana, stelpuna mér finnst það vera eitthvað svo ógeðslega langt aðri en hann hafði ekki stitt aðeins og fyrsta kött af þessar mynd held ég að verið svona alveg kött 4 tímar og 20 mínútur eða eitthvað, las ég hvað í anskotanum er þar? Það var hann bara, þú veist með ómikið að jáfólk í kringu sig sko. Já, mér finnst það að vera hann hefur sagt líka að þetta sé svona hans persónulegasta mynd ég skil það alveg hann gerði það bara pjúra fyrir sig en hann er bara svo ógeðslega góður leikstjóri góður penni hvað klikkaði þarna? Ég til dæmis, mann eftir viðtalið hann á hann að gera Inglourious Basterds og hann var spurður, það var heldur stutt eftir Kill Bill og þá var hann búin að tala lengi um þess að setni heimsstyrla mynd sem ætlaði eitthvað að gera og hann var eitthvað sem spurði hann, hvað er hún? Og hann sagði, ég veit ekki ennþá, ég er ekki ennþá búin að finna út hver saga hann er ég þarf alltaf heilt ár og hann ekkert krakka það það er svona sleppt í bara það hann var ekkert að nenn að leita eitthvað sögu mér finnst bara svo töff að hafa svona gamla Hollywood það er, hún var 2015 eða ekki, hún Hateful Eight eða 2017 2015, er það ekki? Er 5 ár Já, hann gerði Django 2012 minnum við ég held að Hateful Eight sé 2015, hún kom sama ár og Star Wars 5 ár nú bara fyrir tími sko sérstaklega að byrja að tala um þetta theme áðurna Hateful Eight kom út sko áðurna Django kom út þá veit hann gera vestra
hann er alltaf breytt einhvern veginn, sko. Var ekki þegar hann byrjaði að skrifa Django, þá átti það í rauninu bara að vera eitthvað Cowboys and Indians, eitthvað. Það er rugl eitthvað. Þú ert rugl. Hann gerði hann á rauninu 2 vestra Django og svo Hateful Eight. Já, einmitt. En hann er búin að tala um þessa myndi í svona tíma. Já. Ég var bara svona ógeðslega miklu vonbrigðum og líka talað um dialógi hans af því hann er svo þekktur fyrir það og allir bara hann gerir svo geðið dialóg og mér langar líka hans að tala við dialóg yfir höfuð í bíómyndum af því ég búin að pælast það mikið í þessu eins og með Tarantino, allir að segja að hann gerir svo geðið dialóg og þá fyrir maður að spyrja sig af hverju gerir svona gott dialóg, hvað er svona gott úr dialógi hans og ég er búin að pælast það í þessu áður í það segja svona mína kenningu af hverju finnst þér dialógi hans gott? Karakterinn er svo góður þegar hann er að tala að ég sekk inn. Þú veist, það er sko, þetta er ekki orð á blaði þegar maður að sjá þetta, bara eins og Tim Roth í Reservoir Dogs. Þegar hann er að tala og segir til dæmis þessu sögu, sem búið til þessu dópsögu. Já. Hann er bara svo góð karakter að það er ekki orðin á blaðinu sem er gott dialóg, þú veist, það er karakterinn og leikarinn og þú veist, hann nær því góða úr þessum leikurum að hann veit, þú veist, hann skrifaði þetta og hann er bara svo góður að ná úr leikarunum nákvæmlega það sem hann vill að standa á blaðinu bara eins og John Travolta og Samuel Jackson þegar þeir tala saman í Pulp Fiction Meina bara að orðin lifna svo mikið við að þegar karakterinn býrðu til þetta er ekki bara orðin á blaðinu, það er ekki hver sem er hvorki hvað leikstjóri sem er eða leikari sem getur gert þetta dialóg svona geðveikt en bara hann sem leikstjóri næri einhvern veginn að láta karakterinn segja dialógið. Já, og þú skilur hver hann ég held að sérstjórin að segja svolítið svipa á ég, að því mín pæling er svo að því margir að segja, já hann gerir svo raunverulegt dialóg en það talar enginn eins og Tarantino karakter ég hef aldrei hitt neitt sem talar svona töff en það sem ég held hann er svo góður í að hann gerir dialóg fyrir personar þú trúir því að þessi maður þessi persona myndi segja þetta það er gott dialóg við erum í rauninni held ég að tala bara það sama bara eins og er það opnunar í Reservoir Dogs eða Tipping the Waitress já, einmitt. Það ringborðs umræða en það bjó bara til karakterina fyrir fram að þig þessi svona og þú veist, þú veist en það er líka það sem hann er svo ógeðslega góður í og það er, hann er svo ógeðslega góður í að búa til atriði eins og þú tókst dæmi í Reservoir Dogs, byrjunadriði það magnast upp þú veist, þeir byrja þeir að tala voru ekki fyrst að tala bara eitthvað Madonna-lag og eitthvað svona, þeir byrjaði því og svo endar hún atrið, það er alveg búið og þá byrja allir að tippa nema Mr. Pink, hann vil ekki tippa og það verður svona eitthvað það kemur alveg tension í atrið en það byrjaði ekki þannig hann er svo ógeðslega góður þessu eins og í Inglourious Basterds sem ég veist besta atrið hans bara of all time, það byrjaði atrið í þeirri mynd þegar hans landa Nazi-gæinn kemur á Bóndubæ hann fær eitthvað mjólkuglas og eitthvað, þeir eru bara eitthvað að spjalla og svo magnast atrið þessu upp og það verður svo spennandi hann er mistari í því hvar voru þessi atriði í Once Upon a Time in Hollywood af því þessi atriði eru öllum myndunum oss þetta er líka Pulp Fiction, þetta er líka Kill Bill þetta er líka Django öllum þessum myndum, það er eitthvað svona geðveik atriði hann er svo ógeðslega góðu penni hann ger atriði, það er alltaf svo spennandi þess vegna getur þú sokkið í eitthvað langt atriði eins og Bastards atriði, byrjunatriði það fyrir eitthvað langt atriði en maður er allan tíman með og maður er bara eitthvað, shit, hvað er fyrir að gerast svo það mynda alveg pana svo niður ég vil maður segja það og þá sér maður geðingarna undir þú veist, þá er þau búin að vera hann allan tíman og þú veist að hann er að leita þeim og eitthvað svona hann er eitthvað svo ógeðslega góður í að gefa þér upplýsingarna sem þú þarft sem áhorfandi á réttum tíma hann gerir það allir eins og Hateful Eight líka þú veist, minnst þetta allt, þess vegna gerir maður svo mikla kröfur þegar maður horfir á Tarantino-mynd og ég Once Upon a Time in Hollywood ég var að horfa hana og ég var bara hver er spennan? Hver er skemmtilega atriðin? Hver eru skemmtilegu karakterina sem hann hver eru atriðin sem tengja saman tvö atrið? Já, einmitt. Hver eru atriðin sem segir bara, já, einmitt. Nákvæmlega. Þetta er út af þessu eða eitthvað. Já, ekkert svoleiðis. Bara Shannon Tate og horfa sjálf sig í bíó. Já. Ógeðslega lengi. Og DiCaprio leika ykkur myndum og Brad Pitt bara eitthvað rúnda. Og laga loftnet. Og svo drekka og
og sýrutripp. Já, og gefa hundurinn svona bolla. Og líka, þessi sýrusíkarta sem að setja það núna í, þá búið að byggja það einhvern veginn upp að ég held að myndi skipta meira máli. Já. Það fór bara smá sýrvímu og var ekki viss hvort það væri raunverulegt. Þú veist, innbrotið. Já. Það hafði verið engin áhrif. Það bara drafðið bara. Mér veist það líka bara eitthvað svona comedy relief, dæmi. Já, það var bara eitthvað, svo langur uppbygging á sig. Flashback frá því hann keypti þetta, hvað hann setti þetta, ekki reiki þetta, eða alltaf að gera geimtanda mér, eins og væri eitthvað svona uppbygging af eitthvað sem myndi gerast. Já, ég held þetta með þess að hann myndi degi í lokin, út af því að hann var dópaður. Fattar það, því við höfum búin að sjá hvað hann er harður. Eða DiCaprio myndi rugglast á sígaretum, reykjana, eða konan, eða bara eitthvað. Já, einmitt. Það var ekkert svoleiðis. Ekki neitt. Mér finnst líka stundum verða leikstjórar og handriðsöfundar. Mér finnst stundum verða svona, ok, allt sem ég skrif er bara gull. Eins og þú tala um eitthvað, bara umgryndur ykkur mjámönnum. Já, algjörlega. Og bara þú Tarantino og þú snillingur, allt sem þú gerir bara geðveikt. Og hann talaði líka vist minni mig að hann hafa alltaf að gera þessa mynd sem bók. Ég held hún að virka frekar, þannig að þú þurft að bæta ykkur við, sem kannski bara skáldsaga, en sem bíómynd, og sérstaklega þú setur þetta í hans katalóg af bíómyndum. Hún fer bara mjög neðarlega hjá mér. Ég er náttúrulega ekki búin að sjá hana Grindhouse Death Proof myndina, já, Death Proof. Ég þarf að sjá hann aftur, ég sá hann bara sín tíma bíó og fyrir miklu vonbrigðum. Það er ein svona, þessi mynd hefður geta orðið þannig að ég myndi ekki sjá hana. Mér bara langaði að horfa á hana langt sem ég sé eitthvað nýja Tarantino mynd, en ég var einhvern veginn aldrei, þetta er að fara að vera geðvögt. Nei, þú kannski fannst á þig bara eitthvað að þetta var eitthvað vonbrigð. Já, en maður hefur samt líka áður. Ég var skítræddur við Hateful Eight. Ég var skítræddur við Django. Já, það? Já, ég var bara einhvern veginn, hvað er hann að fara að gera núna? Þú veist. Ég hef alltaf einhvern veginn verið skítræddur. Ég hef líka skítræddur við Kill Bill, sko. Þú bara alltaf stressaður. Alltaf skít á. Það Tarantino gefur þetta mynd. Já. Ég meina, það var hérna eftir, sko, Jackie Brown eitthvað 95 eða 7. 97 held ég. Og Kill Bill bara 2003. Já, það líður ógsta langur tími, sko. Og þá, já, af því að mér fannst Jackie Brown ekki góð. Eða sko, ég held mér fyndist hún góð. Ég var í þessu Tarantino meistari. Labbaði út á hann og verið að ég heldur góð maður. Svo er bara ég man ekki eftir ég þarf að sjá hann aftur. Já. Og það bara ég tek oft svona Tarantino eitthvað marathon, þá horfi ég kannski Reservoir Dogs og Pulp Fiction. Jackie Brown er alltaf með hjá mér þegar ég horfa á alla myndina hans. En mér finnst þeim gæðan að gera það, horfa á þar allar og í þeirri rauðsæði að koma út. Myndur þið taka Once Upon a Time með? Nei. Ég myndi frekar horfa Death Proof aftur. Hún líka ekki 160 mínútur. Nei, hún ekki bara 100 mínútur. 100 mínútur. Það er alltaf leið. Ég fyrir ekki alveg myndum eins og Hollywood ef þeir eru styttri. Ég hef aldrei sagt, ef Hollywood verið 100 mínútur, ég hef aldrei sagt þetta í geðveikmynd. En ég er kannski aðeins meira fyrirgefinni, en mér finnst það að vera alltaf mikið rung. Já. Þetta er bara eitthvað, hey, tjekk hvað ég er ógeðslega klár, sjá hvað þetta er ógeðslega cool sem ég er að gera hérna. En þetta er ekkert cool. Hvað er gaman við að hafa flotta karaktera, þá tvo, og þeir gera ekki neitt? Jú, þeir björguðu Sharon Tate. Þú áttu bara að giska á það. Og svo líka í lokin, með lokaðrið, mér veist það var alveg skemmtilegt, það var alveg töff, Brad Pitt, eitthvað buff, eitthvað, tók konan á barðinni bara utan í allt. Mér veist það alveg skemmtilegt, ógeðslegt og svona komíst, eins og mörg svona óbelsatrið hjá honum. En ég var samtalið bara svona, mér fannst ekkert verið takt myndina. Nei, kom svona out of the blue. Mér fannst það. Bara eitthvað, hey, en það er svona að fatta bara í lokin. Fuck, ég er með myndum ekki neitt. Það er eitthvað svona skemmtilegt blóðut atrið í lokin. Það er svo þekktu fyrir það. Blóðatrið í endalokin í Hateful Eight, Django, Kill Bill, öllum þessum myndum. Ég var að hafa eitthvað eitt svona atrið. Mér finnst það ekkert make a sense í þessari mynd. Já, ég var nú líka bara til að getur hann komið í podcastið þitt? Tarantino. Já, bara, þú veist, hvert var uppleggið? Varst að byrjaði að gera mynd Sharon Tate morðin? Charles Manson, átti það að vera eða bættur því inn? Langaði að gera 2 karaktera og svo bara svona, hvað ég er að gera? Ég elskar 69 tíman, hendan það. Hvað gerist þá? Ok, Bruce Lee ekki eða ykkur, læt bara berja hann. Charles Manson er þarna, læt hann koma. Já, en hann gerir þetta ekki neitt. Nei, hann bara svona labbar hann og spyrir einhvern annan. Já, segir 2 setningar og svo bara fer hann. Já, og
Og hvað? Já. Bindur þetta bara saman og gerum bara nokkra klukkutíma að þessu? Það sem ég held líka er með grunar þessu stundum, þú ert svona gauðin eins og hann er ekki snillingur, hann er ógeðslega góður en málega er að gera eitthvað svona myndir, þetta er ógeðslega erfitt og að skrifa eitthvað svona, handið þess eru geggjuð, þetta er erfitt mér fannst pínu eins og hann hefði bara eitthvað svona ég ætla bara að horfa á Netflix ég ætla ekki að endurskrifa aftur fattur þú hvað við? Af því þegar þú ert að fara að setja svona, þetta er svo mikil orka sem fer í þetta og þetta er ógeðslega erfitt mér fannst eins og hann hefði eitthvað svona leyft þess að slæta ég er mjög spenntur að sjá næstu mynd sem hann gerir sem á að vera síðasta ekki? Sem á að vera síðasta myndina það er nefnilega það sem ég ætla að koma inn á hann er búinn að segja hvernig hann ætlar að hætta svipað svo ég með mat Dana White segir þegar þú fann að hugsa um að retirement þá skal þetta fucking retire hann er búinn að segja ég ætla bara ekki 10 er hann í alveg með hungur ennþá eða bara ætla að skera 10 þannig löngum búinn að segja þetta já sagði it's a young man's game er það ekki hann sem sagði það? Jú. Hann er ekki young sko nei hann er ekki ánum 60 hann er samt ekki young? Nei hann er ekki young hann segist að gera eina myndi viðbót og svo ætla hann bara að hætta en ég er svolítið spenntur að sjá næstu mynd hvort við fáum aftur eitthvað svona þetta skemmtilega mynd fyrir ekki að gripa fram með henni komið eitthvað þú veist hvað ætlar að gera? Heldur hún komið bráðum með það? Nei, ég hugsa ekki hann, sko. Já, ég hugsa sér nokkur ári hana hann líka oftast það komið gisk, hún kemur ekki jú, hún kemur heldur hún komið ekki? Hann er alltaf lengi að skrifa og rýrætt og hann var bara döður á hann að gera hana heldur hann missi áhugan já hann hefur auðvitað verið núna og svona hægt og hægt myndirnarnas það har alltaf verið svona freka langar nema kannski Reservoir Dogs Perfection er alveg svona nokkuð löng já, ég held alveg 140 mínútur allavega en í seinni tíð þá sem með Django, Hateful Eight, Inglourious Basterds þessa, hann segir það sjálfur hann skrifa oftast bara næstu í heilu skáldsögurnar handritin hans er svo löng á hverju gera hann ekki bara bók? Já, mitt skrifa bara bók, ég vil að lesa hana nei, ég les ekki bækur þannig ég les bækur, hann er ég alveg til að lesa hana en ég held hann gera hann með 10 það er ógeðslega töff að enda bara ég er með 10 myndir en ég er svolítið spenntur að sjá verður það önnur Once Upon a Time in Hollywood eða verður það önnur Kill Bill eða Django af því að þó að þær séu langar eins og Django, hún er frekar löng hún er svona geðveik hvað er Kill, já ég samla hvað er Kill Bill 1 löng? Hún er ekkert löng átti hún einhvern veginn að vera bara 1? uppalega gerði hann þetta sem hann hugsaði sem eina mynd ég held að það hafi verið Harvey Weinstein það er ekki hann allir í dag hann skeitaði þess á sig ég held að hann hafi sagt, herru, gerum frekar bara 2 myndir og þá bífaði hann upp held ég aðeins ég man eftir ef við löpum út af þeirri mynd þá sagði þú hérna ég held þið ógst að pyrra þér en nú er ég bara svo fein að fá svo meira af þessu já, það sem ég varst að ná í eins og Kill Bill, því mér varst að báða geðveikar ég hrifnar af fyrstu heldur um 2 já, ég líka mér varst fyrst alveg klikku en það varst töff hvar fyrsta endar það endar svona cliffhanger og þar einmitt kemur aftur inn á hann er svo geðveikur sögumæður þar fáum við að vita einmitt að barnið er að liða af við höfum ekki hugmyndu alla myndina fáum vita í lokin, cliffhanger og maður er bara shit, ég þarf að koma næsta ár og sjá hinhelmingin og hann sagði líka eins og hann er með anime-atriði í fyrstu myndinni hann sagði ef ég þurfti að gera þetta eina mynd þá hefði ég til þess klippt það út og mér finnst það svo flott atriði mér finnst það passa vel inn í myndina þannig að öll þessi litla atriði sem er í þessum myndum í Kill Bill, ég hef ekki til að missa þau hann hefði gert eina mynd, en hann tala allt um þetta hann hugsa Kill Bill sem eina mynd já, það er alveg en samt finnst mér alveg virka sem 2 en þeir eru svo ólíkar fyrsta og svona 2 svo góð karaktersköpun í fyrstu en meiri hasar í seinni sko nei, fyrstu þegar hún er með sverðið og slátar öllum japanskum görunum það er meiri hasar í fyrstu það var í fyrstu, fyrir ekki ég held að hún komin í aðra þá nei þegar ég hugsa bara um þetta sem eina mynd þetta er ein mynd en það, mér finnst bara svo töff að virka sem 2 því að fyrsta maður sér alveg það er meira svona undir áhrifum Asju mynda og 2 meira svona vestrafílingur og maður sér alveg klálega munin á þeim þegar maður horfa þær, þó er ekki sem ein heild en það er til þess að vara með svona crew og með Uma Thurman, The Bride geðveikur karakter, hún geðveik í henni það er auðvitað upp á Uma Thurman myndi mín það er karakterin, þetta er ekki neitt annar í hug karakter sem hún er líki ekki góðu karakter, nei hún er þetta cool alveg í Pulp Fiction en mér varst alveg nýtt level fyrir hana í Kill Bill algjörlega og svo sem allt þetta crew sem hún er að drepa mér varst þau öll töff já, einmitt
Þú ert hérna góði karakterar. Já, og hasarðurinn líka, það sýnda líka bara hann getur gett hasar. Þau eru ógeðslega töff, slagsmáladurinn og sverðadurinn. Já, en aftur með Once Upon a Time, sko, Michael Madsen karakterin, þú veist, þegar ég sá hann, ég hef ekki bara kvílan, ég elskan. Gefðu honum alltaf karakter. Já, mitt, þetta var bara svona cameo. Já, og hann er ekki, þú veist, mér finnst hann ekki... Hann á betra skilið. Já, mér finnst hann ekki skilið að fá 3 línur. En Tim Roth var í stíðinu og hann klipptur úr. Nei. Hann á ennþá betra skilið. Men var eitthvað klippt úr henni? Já, það vilist vera. Ég held að hann hefði tekið bara endalist af einhver footage. En ég veit ekki hvað það ætti að vera. Jesús. Já. En hver finnst þér uppáhalds? Hver er þín uppáhalds Tarantínómynd? Sko, það er dagamur, sko. Já. Það er náttúrulega bara, það er bara 2 sekúndur. Er bara 2 sekúndur greina? Pulp og Reservoir. Það er alveg hoppa fram og tilbaka. Ef ég spyrði í dag og segir 1, svo myndi ég spyrði til vika og segir eitthvað annað. Já. Það var Reservoir Dogs í mörg ár, sko. Ég tengi hana mynd alltaf við því. En hérna, svo bara er Pulp eiginlega í dag uppáhaldsmyndin mín, sko. Já. Svo margt í henni. Svo geðveika setningar í henni. Ég get kótað þessa mynd bara for days. Endalaust. Ég get ekki kótað, ég var að sjá Once Upon a Time í fyrra dag, ég get ekki kótað eina setningu, sko. Nei, ég er alveg samanlegar. Mér finnst Pulp Fiction vera hans mistarverk. Já. Og þegar ég horfa allt á þær, mér finnst Reservoir Dogs geðveik. Cool karakterar, skemmtileg saga og... Hún er aðeins einfaldari með Tarantino, sko. Þetta er svona... Já, þetta er svolítið svona... Það er dialogið, það er Tarantino, en þú veist, já, hún er svona einfaldari uppbygging, sko. En hann samt, maður sér það strax að þetta er fyrsta myndina, maður sér það strax að mér finnst ég sjá ennþá samt svona trademarkjaðis í þeirri mynd, eins og hann er með ógeðslega góð atriði í þeirri mynd sem byggjast upp, eru spennandi og með þessar karakterar þetta tough dialogues sem hann er alltaf með, en mér veist bara einhvern veginn ná að mastera það alveg í Pulp Fiction og hann líka með svona nokkra sögur sem svona tengjast og það tengjast allar og mér finnst alla sögurnar svo töff. Já, það er líka ekkert auðvelt að láta þetta allt smetla, sko. Nei. Hvernig er að skrifa þetta? Já, einmitt. Og bara, fyrstulega bara, það er ekkert auðvelt að skrifa eitt góðan karakter. Einmitt. En þessi Pulp Fiction, við erum með John Travolta, Vincent Vega, við erum með Uma Thurman, hún var góð henni. Já. Samuel Jackson. Já, geggjaður, Bruce Willis geggjaður í henni. Með þess að Christopher Walken eins og hann til dæmis það er ekkert stort hlutverk fucking powerful hlutverk bara þessi ræða bara. Hann fær þessa ræðu talar þetta úr þá fáum við að vita þetta er sem við Tarantino að vera alveg essensinu við fáum að vita okkur þetta úr er ekkert djók hann þurft að gangi um helvíti þess vegna líka fer hann að sækja þetta þó hann að vera drepinn nákvæmlega þarna skilum maður það þarna til þess þetta var aðeins svo hefur ekki getað klift úr að þetta hefur áhrif á það er engin fita á Pulp Fiction, sko. Nei, sammála og hún er líka svo skemmtileg þegar maður setur hann í tækið maður kannski ekki með tækið í dag þegar þú byrjar á henni hún er bara skemmtileg allan tíman það er líka bara svo mikið af það menn hafa pælt hún alltaf frá 94 menn hafa pælt í sko næstu 30 ár það er svona dæmi svo okkur er með plástur á nakkanum einmitt þú veist vitaður en ekki að það hvað er í fokkin töskunni það er bara eitthvað sem glóður við fáum aldrei að sjá það nei einmitt, það er ennþá að tala um það eða þá inn á bara ef við fyrir til Reservoir Dogs við vitum aldrei nöfnin á þessu gæm bara Mr. Brown, Mr. White nei, nema þetta á já, hann í lokin þá fann að vita hann hittir eitthvað Larry og eitthvað en já, ég er samanlegaður en það er samt, þegar þú horfir á hana og myndin er búin, þá ert ekki eitthvað bara djús klúðvar, okkur fengur ekki vita þetta okkur veit ekki, þú ert ekki að pæla því nei, en það er líka bara þetta er svo vöndu mynd og það er svo leiðilt bara að sjá að maður horfir á þessa myndir maður er bara djús snillíkur í hann svo horfir maður á eða eins með Once Upon a Time in Hollywood ég var búin að heyra mitt og hún er geðveik og eitthvað bla bla svo horfum maður á hana og ég var svo miklu vombrum ég verð bara svo leiður já, ég líka bara en hver finnst þér þá af þessum myndir sem þú séð að þetta er ekki mjög svo Death Proof þú ert ekki að missa miklu nei, þetta er ekkert merkileg mynd úr þessu held ég sjá hann aldrei nei, þú er ekki sérlega gaman að þið bara på djóki en
mér fannst að það komu inn í 2 Death Proof sem Tarantino gerði og Planet Terror sem Rodriguez gerði. Þú sást hana eða ekki? Planet Terror? Nei, ekki séð heldur. Hún var tölvöld skemmtleri, til dæmis. En af þessum sem við hefur séð, Kill Bill, Bastards, allar þessar myndir, fyrir utan þá Reservoir Dogs og Pulp Fiction, hver finnst þér best af þessum nýrri myndum? Sko, ég get alveg sagt þér hvaða mynd ég horfði á daginn, bara þegar mér langaði það. Ok. Og það kemur óvart, sko. Það var ekki Jackie Brown. Nei. Var það Inglourious Bastards? Nei, það var Hateful Eight. Það var Hateful Eight, já, ok. Mér finnst, sko, og ég er ekki að segja að hún sem fyrir Kill Bill yrði fyrir valinu á bara, þú veist, stærðagráðu. Myndirðu velja Kill Bill? Já, fyrir utan Pulp Fiction og Reservoir Dogs. Já, ég held það. En að því ég var að horfa á Hateful Eight, það var bara eitthvað, mér langaði bara ógeðslega að horfa á hann aftur. Varst það sjónið því annarskipti? Ég held það, já. Og mér finnst allir karakterinn þar geggjaðir. Og sammála. Allt, þú veist, hún gerist bara í litlu stúdíóhúsi, þú veist, bara einum bústaði eða einhverjum góða. Fyrir utan ferðanlagið að koma að fá far og eitthvað. Þetta hefur ekki verið leikrit. Já, og það var ekki dauði punktur. Það var alltaf eitthvað að gerast, þú veist aldrei hvað myndi gerast. Það var svona Agatha Christie esk. Já. Og mér finnst þú geðveik, sko. Já, ég er sammálaður. Mér fannst líka töff í henni. Það bóttið ykkur, eða er ykkur að horfa öskrandi, hvernig getur þið þetta, þú veist, pottið, það er alltaf leið. Nei, það er ekki leið. Við segjum það sem okkur finnst. En í Hateful Eight, mér fannst mjög flott að sjá að þú ert með svo löngu mynd, að hún er frekar löng. Og þetta er ekki brjálega hasamynd, það er ekki hasa sem er í henni, en hún er samt alltaf spennandi. Já. Og hann er að búa til það andrúmsloft. Og mér fannst það svo magnað, það veist mér ekki verið í Hollywood. Það gerist ég veit að ekki vera spennumynd, en það vantaði bara þetta Tarantino Magic, þennan góða sögumann. Það var engin saga í Hollywood. Það er svona ég svona pínu fegin og sett sammála mér því ég var bara, er hann að fara að fíla þessa mynd eitthvað? Það hefði satt að vera mjög skemmtir á dialog ef ég getur verið með geðveik röf. Já, sko, ástæðan fyrir fíluna er, þú veist, það hefði þurft að fá hvernig annar nýta podcast. En þú voru þá að segja þetta við skólan næstu og hittir hann. Sko, spurðu hann bara, fyrst þú spurðu hann. Er hann heitur með þetta? Er hann alveg bara, hún er göðveik? Ég er endur ekki búin að rökraða við hann face to face, en við erum búin að rökraða. Það er ekki hægt að rökraða við hann face to face. Nei, það er endur rétt. Ég vona að skúli hlusti samt á þetta podcast. Við erum að tala svo mikið um það. En við rökraðum þetta aðeins eitthvað gegnum Facebook Messenger og eitthvað. Við erum alltaf að rífast eitthvað reglulega þar. En hann er með umlega smekk, sko. Það er fullt af drasti sem hann er bara að missa sig yfir. Þú þarf bara að drepa eitthvað og þá er hann bara, oh my god, yes. Ef það er hnífa bara það í myndinu þá fílar hann. Já, mitt. Það er bara svo blóð. Já, en þess vegna var ég líka pínu hiss að honum finnst hún svona góður sem mynd. Já. Af því hann er rosa mikið fyrir eitthvað hasamyndir og hryllismyndir. Ég held að hann hefði ekki þólum með í... Nei. Af hverju er að tala um skúla? Við erum svona kleifut úr þættinum. Það er enginn eitthvað. Já, hann er sérstakur. Já, en þú veist bara, ég bara, miður minn. En þú veist, þetta er svona... Samt er hann að fá geðað tæp bara út í heimi. Það er út af Tarantino. Ég veit það, og það finnst mér leiðilegt að það er bara bætast í jáhópin. Já, það er rétt. Hvernig verður þá næsta mynd? Ef hann er bara, ok, ég ætla bara að gera aðra svona mynd. Ég ætla bara að gera mynd 1970 þegar ég var 13 ára og... Þess vegna er ég spenntur að sjá hvað hann gerir næst. Þú veist, erum við að fara að fá aðra perfection svona, af því ef hann kemur þannig mynd, ef hann kemur eitthvað brjála mynd í lokin. Ég held að sé bara ekki með þetta inn í sig ennþá. Jó, fjandinn hafi það. Ég ætla að vera bjartsýnni. Ég ætla að segja að hann kom með eitthvað flotta mynd. Af því ef hann endar svoleiðis, kemur eitthvað brjála mynd í lokin, þá er ég alveg sáttur. Ég skal fyrirgefa það. Ég er alveg sáttur með þetta sturlaði ferill. Já. En ég er samt bara don't do it frekar en að Heldur hann að koma með eitthvað aðra svona? Ég sko morða þannig, ég er spenntar fyrir Mike Tyson returni heldur en Nei, þú veist Hvorstu líklega að Mike Tyson kom aftur eða Tarantino gefur 10? Mike Tyson, ég segi Tarantino kemur ekki með 10. Okay. Hann er að fara að gefa sér allt og langa tími í þetta og hann er að fara að rýra þetta, hann er að fara að henda handriti, hann er að fara að byrja upp á nýtt. Ok, ég ætla að segja að hann kom með mynd nema hann drepist eða eitthvað. Hanskatinn eru komnir upp á X, sko.
segjum það, skón á hilluna hanskatinn á hilluna, skótin á hilluna leggja skóna, hann er komin úr skónum hann finnur ekki skóna sko. Já, ég ætla að segja að hann kom með eina góða mynd í lokin og ég held að hún verði virkilega góð. Ég mun sjá hana þó ég verður örugglega 50. Já, nei þú veist, það er allavega 5 ár. Heldur það? Já. 2025, 24 kannski. Já, af því að Hollywood kom út í fyrra. Já, 2024. Þá kannski tökum við hann á podcast ef það verður ennþá til. Já. Og þá skulum við ræða það að þú hefði rámt fyrir þér ef hann kemur með aðra mynd. Já, einmitt, ég ætla bara að vona að ég hefði rámt fyrir mér og ég ætla að vona að vera geðveik. Já, ég líka, það er einhvern veginn enginn eins og hann. Hann er mjög sérstakur leikstjóri. Algjörlega, en það er líka alltaf leiðilegt að sjá þegar menn eru fullir af sjálfum sér og haldið getur bara gert. Eins og þegar Peter Jackson eftir Lord of the Rings gerir 3 tíma King Kong mynd. Jésús, það var hræðilegt. Sástu Hobbit? Já. Slögt eftir 5 mínútur. Ói, hvað það voru leiðilegt. Ói, það er aldrei langdreið. Ok, 5 mínútur, þetta var auðvitað kortir búið. Það var eitthvað matabóð, bara dvergar og hobbitar og ekkert að gerast. Nei. Það áttu líka bara orðin uppfyllar sjálfur, sko. Ég horfði allar 3 Hobbit-myndar. Ég elska, og ég veit að þú elskar líka Lord of the Rings. Þetta er mikið drasl. Ég ætla ekki að langt út fyrir efni núna, en þeir eru svo leiðilegar. Það var svo 3 Hollywood-myndir, nema bara aðeins lengri. Já, nú langar mig að sjá uncut version af Once Upon a Time in Hollywood bara til að sjá hvað var klift út hvað mátti fara sko. Já, það er að verið eitthvað ennþá leiðilega en það sem er í myndinni sko, en svo mátti ekki heldur minnskjala með þegar ég segi eins og þú varst að tala þú veist, Brad Pitt að keyra ég er samt ekki þannig að ég vil sjá bara þú veist, svona aksjón alltaf. Nei, ég er ekkert að tala um það heldur. Hvað heitir myndin hérna með Vince Vaughn og horfum á daginn Sköldur hann með riffil allavega inn eða eitthvað, þú veist, það er eitthvað stand-off. Nei, ég er ekki að tala um hana Nei, þú ert að tala um Dragged Across Concrete. Já. Með Mel Gibson. Já. Gekkið. Já, hún er bara geðveik og það er fullt af slow-mo atriðum í henni, það er ekki að tala um slow-mo, það er að tala um bara hægum atriðum sem eru bara svo ógeðslega fitting. Já, og hún líka byggir að einhverju. Já. Það er eitthvað svona uppbygging í henni. Ég er alveg til í hæga myndir ef það er eitthvað svona uppbygging, ef ég er að fara eitthvað. Einmitt. Og ef þú ert investaður, ef þú ert að fylgja karakterum í eitthvað ferðalag. Einmitt. Þetta ferðalag var ekki. En hvernig varst að fíla Brad Pitt karakterin í Hollywood? Mér finnst það geðugur. Mér finnst hann, ég skildi ekki hæpið fyrst. Þegar byrjaði ég bara svona, hann er á allaðana. Og þú veist, svo var hann eitthvað svona... Já, ég ætlaði að taka, hann var eitthvað svona svip eitthvað. Já, þá var ég bara svona, hvað er í gangi? Að hann bara svona var eitthvað svona, ég vil ekki bara leika hann í það. Nei, ég var að reyna að leika svona í speglu og hann í byrja með podcastið. Ég get ekki leikið. Já, þetta var svona eins og með skuffuð næstu eitthvað. Eins og eitthvað var að leika Brad Pitt. Já. En svo fannst mér það ekki vera eftir. Nei. Og þegar hann var án DiCaprio, það var svona geggjaður. Já. En þú veist, þegar hann með DiCaprio var hann alltaf bara sendið til hans, skilur. Já. En það var úrslega gana að sjá það saman. Já, ekki þetta. En þú veist, ég held að þetta loka atriði, það var svolítið sett punktinu yfir í þessum karakterinn, sko. Já. Fyrir Brad Pitt. Já. En DiCaprio, hvernig varst að fíla hann í þessari mynd? Ógeðslega vel, sko. Þú veist, hann var bara ekki að töff eins og þess en mér fannst það hann, sko, DiCaprio var svo geðveikur góður leikari, sko. Ógeðslega góður leikari. Svo fannst mér hann bara fitna í alvörunni. Þú veist, hann hérna fór hann að gera eitthvað spaghetti að. En það er komið tilbaka. And he liked the food too much, eitthvað svona. Já, ég mitt. Hann er bara orðið feitur. Og það er hann bara, gerða það bara. Nei, ég heldur þetta ekki. Ég tók reyndar ekki eftir í það mikið. Hann var með öðru sér hár samt. Já, mér fannst það bara feitur í framan, sko. En mér veist, það sem gerir DiCaprio svo góður leikara er til dæmis delivery hans á einni línu í lokin. Ég elska aðrið þegar hann að segja nákvæmlega sín hvað gerðist kvöldi. Og hvernig hann segir það. Og þannig að tala bara hann spyr hann, gaurinn, spyr bara hvað er í lagi með ykkur? Ég með okkur en með þess að hippa. Það er ekkert í lagi með þá. Og bara hvernig hann segir þetta, ég næ náttúrulega ekki að gera þessu justice. En bara delivery, ég spólaði tilbaka með þess að það er svo fyndið. Að þegar hann tala hann kveikir í stelpunni í sundleginu. Og hann segir frá mynd, úr hvað mynda var hann bara, já. Og hann segja frá bara, ég á flamethrower í vinnuskólanum mínum.
og svo segir hann eitthvað svona, og hann virkar ennþá og svo segir hann eitthvað svona, thank God, og hvernig hann segir það hann svo brilljant leikari mér varst það mjög góður í þessum mynd og bara gaman að sjá þá saman mér varst geðveitt kemistri hjá þeim mér fannst líka bara geðið þetta hann ætlaði bara að fara að fá sér drikkar sko. Brad Pitt komin á spítala konar sem hún takir 8 septöflur en nýbúið að brjótast inn og drepa alltaf fólkum ég kikki kannski einn já, með þetta bjóðan mér drikk kikki kannski einn nýbúið að búið til eitthvað margarita á náttslán veistu það þegar þú segir það einn drikk, já fá mér einn hann var líka alki þá var hann búið að koma maður gerir ímislegt hann var bara líka svo desperate á career move já, algjörlega sá bara, hann að fara bara heim til Róm og Polanski hann sá fyrir sem hann getið mynda gott tengslan mér fannst það líka bara svo gott þú veist, hann var nýbúin að segja þú veist, hún er búin að taka það mikið á svefntöflum þú veist, hún vaknar ekki fyrir þetta viku já, ég veit aðeins að í staðan fyrir að maður sé eitthvað aðstæðanlegt bara, konan heima bara grenjandi og hann bara hann stakkar ekki af, nei hún bara svoandi og Pitt bara vildi ekki sjá hann á spítalum hvort það er nei, nákvæmlega já, mér varst það geggja og flott líka þegar hann að þess að finna hann er í sundlauginni með stærstu headphones í æfum og sé mannstættur þessu hann með eitthvað svona tvei bara kúlur á eyrunum og hann er svo fyndinn að liggur hann og er bara að hlusta okkur tónlist og allt bara brjálað í húsinu hans svo kemur hún brist í gegnum það hljómar alltaf bara svo lega bara að segja löggrunn hérna já ég náttúrulega ég vissi ekkert fyrir hann að bara koma hann út en allt í þessu atriði sjálf þegar þau koma þetta mann sem gengi hitta Brad Pitt hann lætur hundinn ráðast á liðu og eitthvað svona svo kemur konan eitthvað fram svo er Brad Pitt, DiCaprio í sundleginni einn mann sem gælan eitthvað hleypur ekki um glugg þetta var Tarantino atriði já, þetta var einmitt þarna fékk ég svolítið það sem ég var að leita eftir í restina af myndinni og það er skemmtilegt, það er pínu spennandi að þegar ég var á tímabili það er fyndið og þegar ég var á tímabili bara ok, að ég hefur brjálaður ef Brad Pitt hefur verið drepinn af því að hann var dópaður það ég er bara svona, oh my god, ég vil ekki sjá það þessi betur hann bara buffa þessa gellu það er þitt svakalegasta svoleiðis atriði það var bara svolítið raunverulegt en þú hlóst samt pínu það ekki jú, en ég var bara svona aðalega að horfa á þú veist hvort ég sæi eitthvað hvernig það var gert já, bara brúðið eitthvað, mér fannst það bara að vera manneska sko já, ég hló ekki því mér langar að sjá eitthvað berja konu svona en bara hvernig, ég var aðalega að horfa svipun og Brad Pitt það er ógeðslega að finna hvernig hann leikur þetta og líka því að það magnast aðeins upp að þegar maður heldur einhvern veginn ok, hann er bara að gera þetta einu sinni en hann færir hann held ég okkur á 3 staði og hann er ekkert að bera hann einu sinni það er mjög oft og líka að því við vitum auðvitað þetta ógeðslega liður drap Shannon Tate í alvörinni þá er maður auðvitað svona djúlega gott átalið já, algjörlega en það kemur svolítið inn og líka þess að þú tala that being said sko já, algjörlega þú bara hafa að lesa í söguna ég er alveg sammálaður, mér finnst það pínu gall í myndinni hann er einhvern veginn ekki gert þannig að þú getur notið þess að horfa hana nema og þekki svolítið söguna þetta er ekki svo, þú veist að við vitum það eitthvað lent á tunglinu sko þetta er basically eins og þú þarft að vita hvað þriðji mann á tunglinu já, ég skilji ekki miskilji mig, ég þekki þess að sögu ég veit þetta alveg en mér finnst aðstæðan að ætlast til að allir viti þetta og þú mátt ekki sjá myndinu um að viti þetta já, og eins og þú sagði líka bara þetta tengist rosalega lítið sögunni sjálfur já af því það er náttúrulega eiginlega ekki sæði þessar mynd nei, ef þú veist ekkert um þetta atriði að Charles Manson, veist ekki hver það er eða ok, þú veist þið bara heyrt en veist ekki hver Shannon Tweet er það er alveg líklegt Shannon Tate, þú veist það er líklegt að þú vitið það ekki ef þú veist það ekki þá skilur ekki hvað þessi kona var að gera hana nei, já, í myndinni sjálfur já. Og svo líka, okkur gerði hann ekki allavega skemmtilega atrið með henni einmitt af því Margot Robbie er alveg góð leikuna já, sástu I, Tonya nei hún var alveg góð henni bara, þetta er fín leikuna og svo líka annað, þessi mynd þetta sem ég ætla að nefna líka við ánar hér myndið það Once Upon a Time in Hollywood mér langast að spyrja næst eitthvað sem elskar hana hvað ég spyr í skúla hvor fannst þið betri, því ég er með aðra mynd í huga eftir frábæran leikstjóra og mynd sem er svona pínu grímynd líka því að Hollywood er svona pínu grímynd og hún er líka svona löng og hún með DiCaprio og Margot Robbie bara hvor fannst þið betri, þessi eða Wolf of Wall Street einmitt
Wow. Þetta er alveg það er alveg sanngjarnt að bera það saman. Já, einmitt. Og mér finnst Wolf of Wall Street 10 sunni betri. Hann geðveik. Svo geðveik karakterar. Já, og skemmtileg saga. Góð atriði. Þeir eru að gera eitthvað. Þá ertu með gangstera sem er að gera eitthvað gangster shit. Já, en ég ætlaði líka að spyrja út í eitt. Að þú ert með þessar með DiCaprio og Brad Pitt. Já. Þeir eru... Hvort myndi ég? Nei. Nei. Nei, þetta er ekki þannig spurning. Þeir eru alltaf, fólk er að tala um að þeir séu heitir, sætir, flottu menn. Átt þú eitthvað, við erum báðið gagginniðir, en átt þú eitthvað svona man crush, celebrity man crush? Það hefur alltaf verið Brad Pitt, sko. Það er Brad Pitt við þér? Já, ég reyndi eitthvað á Johnny Depp í þessu, en ég held að það hefur peer pressure annar staðar frá. Já, hann líka, hann misti það líka bara. Sko. Já. Brad Pitt er alltaf svolítið, sko. Já, það er Brad Pitt við þér. Já, þú ert að tala um eitthvað svona old timers, eða ekki? Nei, ekkert endilega. Þú getur alveg valið eitthvað 18 ára og vill. Nei, þú veist, menn er eitthvað að velja Ryan Gosling. Hann er kortur í að vera ógeðslega ljótur, sko. Rólegur. Jú. Hann er ekki ljótur. Horfðu á gæjan. Já, mér finnst hann heitur. Nei, Peter er alltaf. Það er Brad Pitt. Já, maður. Er það bara útlitið eða er það líka líkaminn? Er það ekki útlitið? Jú, ég meinti andlitið, er það líka líkaminn? Er það persónleikinn? Allir pakkið, maður. Teitlingurinn og allt líka. Nei, sko, ég hef alltaf verið bara að dýrka Brad Pitt, sko. Og ég er ennþá að vonast til að hann og Jennifer Aniston byrja að tróma. Nei. Þú ert ekki grínast. Já, Brad Pitt er auðvitað mjög svalur og skemmtileg leikari. Veistu með einhver sem er? Það er ekki Gosling, eða? Nei. Ok. Það er sætari gaur en það. Hvað segir það? Jude Law? Nei. Er skrítið að ég vel gaur sem ég jafngal mér? Er það skrítið? Af hverju það er skrítið? Nei, ég verður að spyrja, er það skrítið? Er eitthvað reglur? Menur að þú ætti sjens þá? Nei, ég er bara að pæla því þú varst því langa vel eitthvað 18 ára. Hvað er þetta podcast? Já. Nei, hvað hérna? Nei, þetta er smá útúr, en skemmtilegur útúr. Já, en þú veist, geti giskað á þetta? Nei, ég skal bara segja það. Ég held ég sé búin að segja þetta, ég ætla að segja þetta aftur. Og ég bara, veistu það, mér fannst þetta fyrir nokkur mánuð síðan. Þá valdi ég bara þennan mann Jake Gyllenhaal? Nei. Ég valdi þennan mann sem mitt man crush. Og veistu það, ég bara... Það vex og vex. Já, ég bara skotnari og skotnari með árunum. Fyndi að segja það, ég valdi þennan mann sem mitt man crush, eins og það er bara þurft að velja. Já, krakkar, heimanámið. Margir velja Tom Hardy. Ég hef alveg heyrt það. Ég hef heyrt það hjá stelpum og strákum. Já, hann aðeinslur. En það er ekki hann. Það er Henry Cavill. Já. Superman. Er hann jafngamall og þú? Hann er 83. Hann er ekki með persónleika maður. Jú, ég er að segja það, Björgvin. Jú, treystu mér. Og líka eitt. Tom Hardy, shit. Ef þú skipta það. Nei, það er ekki skipta það. Ef þú heyrir Henry Cavill tala, hann er Breti. Já. Og hann er með svakarödd. Og þeir eru þessi breskir heimur, veistu það? Hann bræði. Já, nei. En jú, ég ætla að skipta. Nú, ég var Tom Hardy. Sko, Brad Pitt var í 20 ári á mér. Nú bara komið tíma að yngja upp. Já. Hvað er Tom Hardy? Er hann ekki bara aldrei með? Er hann 80 mótil? Já, ég held sér 80 mótil. 79-80. Þannig að hann er aðeins eldur þú. Sko, þú veist, já, nei, ég ætla að segja, já, svo mörg. Það er ræðilegt. Eigum mörg, mengur. Er maður ekki þá bara hún samkynnu? Sko, af því að svo getur það að fara út í gæði sem Mark Wahlberg, sem ég dyrka. Hann líka með fantastic body. Og svo er hann svo ógeðslega skemmtilegur. En hann er svo lítill. Er það ekki? Hann er bara ógeðslega skemmtilegur. Já. Hann er svona ekki svakalega sætur. Ógeðslega skemmtilegur. Ok. Ég held sem bara að missa núna bara 90% af fólki sem er að hlusta. Bara var þetta ekki Tarantino podcast. Ok. Eitt í lokin sem ég man eftir sem ég svona puntaði niður að mér. Já, nóg, ég ætla hann að munist að dreyti bjöka. Ég elskaði að sjá samt einn mann í Once Upon a Time in Hollywood. Og það er ekki Brad Pitt, ekki þetta augljósa. Luke Perry. Elskaðar að sjá hann. Dylan úr Beverly Hills. Já. Ég bara eitthvað að sjá hann, veistu það, ég hef ekki séð hann í 35 ár. Ég held að það var dauður, sko. Já, hann er að reynda í dag. Já, mér finnst það reynda ekkert skemmtileg. Mér finnst það leðilegt. En betur, þú veist, bara hann hérna,
Hann leikur í Beverly Hills og bara ekki dó krabbmein eða ekki? Jó, hann var eitthvað veikur. Fekk eitthvað. Ég man ekki hvað gerist. Hvernig var þetta tekið upp? Þú veist, dó hann ekki bara viku eftir eða eitthvað? Já, hann dó á hann að mynda frumsýnd. Já, ég vissi það, mér finnst það eins og þessi 2 ár síðan hann dó, sko. Það er ekki svona síðan. Ég held hann að, með minna hann að dáið í mars. Í fyrra? Já. Okay. Og mynda hann sínd í júli. En mér varst bara svo gaman að sjá hann. Þetta var svona gömul hetja. Hverjum fannst hann ekki töff í Beverly Hills? Það voru ekki jafn margir, þú slefti bara hérna einhverju skólaballi til að horfa á þetta. Það er bara saga. Horfður ekki á Beverly Hills? Nei. Okay. Ég sá þetta. Já, það kannski vera við ekki það núna. Ég horfði á Neighbors, en ég horfði ekki á Beverly Hills. En það var ekki bara ég sem var starstruck að sjá hann í Hollywood. Líka DiCaprio og Brad Pitt, vissur það? Þeir voru bara fuck, ég trúi ekki að fucking Luke Perry síðan. Ég er ekki að tjóka. Ég las viðtalið á báða. Þeir voru bara Luke Perry, maður. Þetta var alltaf maðurinn þegar þeir eru yngri. Já, ég bara segja þér. Byrju, hvað er hann gamall? Hann er ekki yngri bara Pitt. Hann er ekki yngri bara Pitt. Luke Perry? Já. Nei, hann er ekki yngri. Hann var. Mér langar að segja að hann hafi fæðist 60. Ok, bara Pitt 63. Held ég. Já, þeir eru svipum aldrei. En Luke Perry sló í gegn og undan húnum. Já. En allavega, mér varst það pínu töff að þú ert með þessar risa stjörnur. Já, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og þeir eru að tala hvað þeim varst töff að hitta Luke Perry. Já. Og mér varst gana að sjá hann leikur eitthvað svona gæja, var ekki eitthvað svona ranch owner eða eitthvað, leikur hérna vestramyndinu með DiCaprio. Mér varst eitthvað svona cool fötum og svona. Hann var eitthvað með staf. Hann var, sagði hann eitthvað? Já. Jó, hann kemur hann inn og eitthvað svona. Hann er að bjarga stelpunni. Með mútur, hann hafði bright, já. Já, einmitt. En hérna, gaurinn hérna, hann úr Scream eða ekki, sem fóð að kera burt á mótorhjólinu. Þú fannst mér eitthvað breyttur. Ég var ógeðslega lengi að kveikja. Ég var bara, 23 ár síðan að Scream 2 var. Það er svona, menn breytast á 20 árum. Ekki allir. Pittarinn lítur bara betur út þetta. Þú ert að tala Timothy Olyphant sem lék morðingjan í Scream 2. Já, ég var svo lengi að kveikja, sko. Hver þetta væri? Hann er alveg leikið reglulega. Ég fíla hann, sko. Mér varst hann. Já, það er bara geðað skemmtilega leikari. Ógeðslega töff. Ég var eitthvað svo, þegar ég heyrði fyrsta leikurinn sem átti að vera leik í sér mynd. Timothy Olyphant, Luke Perry. Þú byrjar á þeim tveim. Ég byrjar á þeim tveim. Svo endur Al Pacino. Nei, ég er alltaf auðvitað að tala líka Al Pacino og alltaf sig góra. Og ég bara, djöfull hlakkaði til að sjá karakterina sem Tarantino er frá að búa til fyrir þessa menn. Já, það var bara engin, þú veist, af hverju ættir ekki að gefa Al Pacino eitthvað geðut moment? Eitt sem hann líka fyrir eitthvað einu annað. Í Kill Bill, þetta er í Kill Bill 2, mér minnir að þú hafa sett þetta sín tíma, það er gaur sem á strippstað. Michael Madsen, Bud, Kartanars, vinnur á strippstað, sem er eitthvað bouncer. Já. Og ég veit ekki hvort þú mannst þetta, en það er eitthvað gæði sem á strippstaðin. Já. Mér minnir að þú hafa sagt bara eitthvað svona, að hann leikur svo mikið, þetta er eitthvað gaur sem ég ekki sé það. Og eftir þetta. Hann leikar töffara, ég mann ekki. Hann leikur eitthvað svona svaka cool gaur eitthvað og það er bara eitthvað svona attitude hans eitthvað. Mér minnir að þú hafa sagt, hann fór í töðunar þér, þú sagði eitthvað svona, hann var svo mikið að leika, hann væri í Tarantino-mynd. Og það er eitt karakter í Once Upon a Time in Hollywood sem ég fannst gera það líka, það er leikstjórinn. Sem kemur inn í búningsherbyggi hjá DiCaprio. Já, gamli hana. Já, bara sorry, ég var ekki að kaupa hana gaur. Nei. Hann var einum að mikið eitthvað svona, hann var hress, hann var cool. Hann var rosa hress, sko. Já. Rosa, þú veist. Fór hann ekkert smá í töðunar þér? Jú, hann var náttúrulega ekki trúverðug, sko. Nei, varst ekki pínu bara svona, hvaða fígúra þetta? Jú, og svona, eins og væri, sko. Hann myndi á strippgæðan. Hann talaði líka við DiCaprio eins og DiCaprio væri guð. Og DiCaprio var á þeim tímapunkti í sín lífi sem allt var að leiða niður. Og hann bara, þú veist, þetta verið geðvett og bara, þú veist, svo típist eitthvað, þú veist, fílaði afvísið þegar bara, DiCaprio karakterinn sagði þú ætlar að setja all this shit on me, þú veist, fólk veit ekki að þetta sé ég. Þú veist, stjörnur eru svona, sko. Já. Þú ert alveg bara, þú veist, hei, þetta er ég, sko. Og hann bara, það er pointið, sko. Og ég bara, ok, hann er ekki með eitthvað vision. Svo bara saman hvað DiCaprio gerði, hann dýrkaði það, sko. Já, en mér fannst hann líka að vera
ógeðslega góður í þessum vestra hlutverki. DiCaprio? Já. Eða sérst, karakterinn hans? Já. Rick Dalton, karakterinn að leika vestragæðan. Ég hafði alveg gaman að því, en ég var allan tíma þegar þau aðri voru, fyrir það að DiCaprio geði ykkur leikari. Það var ég bara svona, hvað pointum við? Bara what's the point? Af hverju erum við að horfa? Af hverju er ógeðslega langar senur? Já, ekki neitt. En það var svona töff aðri þegar hann fer í þegar hann biður línuna, það þurftur eitthvað svo finnir búnisklefa sinni eða eitthvað, tekur eitthvað svona tantrum, öskrar eitthvað á, mér varst það ekki að finna aðri. Það var líka svolítið svona, það lýsti svolítið karakterinn, skilur við. Það fannst með góð karakterlýsing, þú veist, hann pínu klúður bara eitt line, fekk línuna, trompaðist. Það brjálaðist. Svo, það var þessi fyrir að finna þegar hann klúraði aftur og bara svona, takta bara þarna, nei, og bara fór eitthvað að rífast í lengt og bara svona, já, fyrir tilbaka, með kamerun náttúrulega. Það var þessi fyndið. Það var gott. En piece of shit mynd, sko. Já, kannski ekki piece of shit. Leiðileg, hún er ógeðslega leiðileg. Já, mér fannst það ekki svakalega skemmtileg. Og ég er hann að klóra mér hérna yfir. Það gerir bara ekki svona. Það hefði það svarað hér. Já. Var eitthvað fleira sem að þetta eftir hug? Nei. Er ekki búin að cover þetta svona nokkuð vel? Það hefði mörgulega verið lengur og hefði verið ósámála, sko, en þetta, við þurfum að finna einhverja aðra mynd. En þetta held ég til að ósámála. Já, en þetta er líka áhugavert. Það feina að horta á hana. Já. Að þegar nú hlakka ég til að hitta einhvern sem er bara besta Tarantino-myndin. Bara, ok. Bara Skúli. Nú skulum við bara henda á rekk og fara í podcast, sko. Já. Skúli mun, þú veist, hættum að tala um Skúla, en þú veist, hann mun samt... Það er svo gana að tala um hann. Ég skal lofa þér, hann mun ekki, þú veist, vera lengi á þessar skoðun, sko. Nei, hann sagði þér að borga honum ef að ég myndi name-droppa hann í podcastun. Ok. Ég kannski ekki hann bjóð. Já, en ég er alveg samanlega. Mér finnst svolítið fyndið að heyra fólk sem að elskar þessa mynd og bara þetta er besta Tarantino-myndin. Einmitt. Og ef fólk segir það, þá er bara langt síðan að sá hina myndinar. Það er bara saman fólk og segir bara Pippin var betur en Jordan, sko. Já, sem er bara kjaftaði. Bullshit. En er einhver sem segir það? Já, þú veist bara, Pippin er alltaf minn maður. Það er bara, fólki vil að öðru sig. Já, vil það svolítið töff. Akkur að tala um það? En þú veist. Ég veit ekki, þú byrjar að tala um það. Ég held að þetta sé komum bara fínt. Bara takk alveg fyrir að bjóða mér. Já. Veljum ykkur að mynd sem að ósamlega næst. Já, það eru ekki margar, en það er náttúrulega til. En það er líka alltaf gaman að, þú veist, gaman að tala um eitthvað sem við erum ekki búin að tala um áður. Og við tölum alltaf um myndir. Já, það er rétt. Gaman að tala um myndir sem að ég veit ekki hvernig þú fílar. Nei, ég ætla að það ekki hugmyndu þú fílar þessa mynd. Þannig að kann að heyra það svona, fá beint í æð. Herra, ekki bara að slúta það svona? Jú, bara takk alveg fyrir að koma. Takk fyrir komuna. Sjáumst í næstu viku. Peace.